Góðan dag, ég ætla að fjalla furðulegan variant í spanska leiknum sem ég aðeins skoðað undanfarnu. Ég rakst á okkur gamla grein í Sourcebók þetta afbrigði og gömul grein 2004 eða eitthvað. Mér finnst þetta svona hálf hlægilegu variantur því ég hef nótt gaman að einhverju svona skrýtnum hlutum í skákinni, þannig að ég ákvað að skoða þetta aðeins nánar. Let's get to it. Sem sagt biskup D6. Þannig að furðulegu variantur. Þetta nú þekkt hugmynd í fjagrarittartabli stundum á biskupinu D6, en hugmyndin á svörstum svo sem ekkert flókin. Það bara leika rittar F6, hrókur E8, B5, biskup F8 setna. Og hrókering líklega besti leikurinn hjá hvítum, en segjum að leiki C3, þá kemur hérna F5, þannig að setja smá power í þetta. Og segjum D3 sem virkar aðeins of soft á mig. Biskup 1-3, valda C5 reytin. Mér er náttúrulega ekki drepa á E4, kemur það D5 skák og þá rittar hann af. Hér rittar G4 sterkuleikur. Segjum C4. Þá kemur rittar D4, góðleikur. Fórnum hérna peði. Biskup C5. Nú erum við undirbúa D6 og biskup er bara H3 og jafnframt dróning H4 í kortónum. Og hérna verður hvítur að leika rittar E2 af því við hótuðum að drepa H3 með smá taktík, drepa svo D4 rittar F3 skák. Hér 2 framöld, kongur H8 og hérna má hann ekki drepa á E5, hann drepa bara á E2 og B5 sníkilegur. Við erum sérst að komum við fyrir að biskupin valdi E8 reytin, þá getur við að leika hrókur A, E8, bæta við þungalið í sóknina. Segjum hann drepi, þá þetta mikla unni tafl. Það standa öll spjóta á svörtum, á hvítum, og við hótum bara að drepa á B2 og rittar H2 og þetta mjög sníki. Og ef að leika biskup B3 hérna, þá hefur hrókur A, E8 og ég sé ekki betur en að þetta sé tapa á hvítan og tölvufóritin samþykja það. Þannig ekki þetta gott. Dróning H4 var líka teflanlegt sko, virkar leiðilegur. Skulum bakka aðeins. Biskup G5 er annar leikur. Biskup G5, biskup 1-7, C4, hann ætlar að fá rittaran á C3, D6, þá verðum við að hörfa tilbaka á F6, H3, vil komum við fyrir biskup G4 og hérna skrifa ég bara hjá mér að staðan sé í jafnvægi. Það mörg plön í boði fyrir svartan hér sýnist mér og þetta virðist nú vera allt í lagi á svart. Við skulum baka aðeins. Þannig að þar með líkur þessar yfirferði við C3 variantinn sem ég til verið allt í lagi á svartan eftir F5. Skulum kíkja á aðra valmöguleika. Nú D4 eitthvað krítiska framhaldið hérna. Það ekki hægt að afgreiða þetta nema að skoða það mjög vel. Nú E3 D4 ætla ég að mæla með. Hrókering aðalínan, en við skulum skoða biskup B3 af því að 12 var matað í fyrstu bara plus 1,3 á hvítan, en ég þrjóskaðist við, ég var nú ekki alveg
samfærður þetta mat hennar sko. Dróning E7 og því við fáum svo góðan reytarn á D3 fyrir riddarann, þannig að ég vildi aðeins skoða þetta nánar. Segjum riddarar er bara H8, það var að hróki yfir. Dróning H4, hótum áti á F2. Dróning C2 valdar á F2, segjum G3, skáka H3 og hvítur einir kongur E2. Þá hefur við að minnst kosti þráskák hérna ef hann fer tilbaka á F1. Ég er nú ekki alveg viss hvernig þessi stað er, það má alveg skoða það nánar. Segjum kongur D2, dróning G5 skák, kongur C2, hvítur með metnaðar en að vinna þetta, þá lendir hann nú bara í mátneti hérna sko. Þannig að já, kongur G1 er líka annar leikur. Nú dróning H3 skák, við skoðum kongur E2 aðan og nú er það kongur G1, dróning F5, hótum á F2 mát. Dróning F1 valdar á F2, þetta er mjög flókin staða. Biskup C5 ætlaði að mæla með, setjum pressu á F2 og biskup dröpu G8, við erum bara hróki og kall undir en við erum með svo. D dröpu C3, H3, hugmyndin með H3 er að búa til reit fyrir kongin og jafnframt möguleika hrókur H2 og valda F2. C dröpu B2, B5, skemmtilegu leikur. Þetta er alveg flippust að. Við viljum leika biskup B7 og fá fleiri kalli í sóknina. Og síðan geti jafnvel kongur E7 komið til greina. Dróning E2, biskup B7, biskup F7, þetta er einhver lína sem er með. Hrókur H2 valdar á F2. Nú eru bara hrókjundir. Kongur D8 góðleikur, við viljum ekki leyfa honum skáka þarna á G7. Þetta er C3 og þá sýnist mér dróning E5 bara vera unnið sko. Þetta er aldrei fyndið. Hótum bara E3 og þegar við leikum E3 þá opnast fyrir báða biskupana og hrókunum getur farið svo F8. Ég bara fann enga leið fyrir hvítan eiginlega að lifa þetta af. Sjáum ef hann reynir að leika rittar 1-1, þá held ég við hefum biskup D4 alltaf. Og annar leikur hérna E3, ég held sé ekki betur en að það vinni líka sko. Þannig að þetta er mjög athyglisvert. Það er náttúrulega mjög flókin stað. Skulum skoða aðra valkosti hérna. Förum aftur að stöðunni eða svartuleikur dróning H4. Áðan voru að skoða G3 og dróning C2, það valdar F2 reytin, rittar 1-7. Við skulum byrja hérna á rittar F7, annar leikur er C-dröpu D4. Nú rittar F7, hótar á D6. Biskup F4, sé ekkert annað en að drepa, dróning drepur. Við myndum náttúrulega gjarnan vilja leika D5 næst bara, en hvítur verður að gera eitthvað í því. C-dröpu D4, rittar F5.
Já, ég er ekki með þessa stúderingu lengri. Ég skrifa bara hérna hjá mér skemmtileg staða sem áhuga sem við geta skoða nánar. Það er náttúrulega ýmislegt í gangi hérna á E3 reitnum. D4 líka onni og svona ýmsa brellur. Og við skulum skoða C-D4. C-D4 rittar F5 og er svona virkuleikur, hóttum að drepa á D4. Nú byrjum að rittar F7. Þá kemur vel til greina að leika bara biskup E7, drefla á svona einhvern megin. Þetta er náttúrulega eitthvað sem hvítum á ekki, svo drepa á B3. En ég er með hérna biskup F4 sem aðalínuna. Hóttum skák á E3. Nú segjum drónum D2. Þá verðist þetta nú vera ágætt á svartan. Skipta hann undir en með góða bætur. Getur líka dreipið á B3 og leikir B5 með fínum bætum. Biskupinu var á B7, hrókur E8. Já, þannig að þetta er mjög spennandi og skemmtileg staða. Nú dróning E2 er annar leikur hérna. Dróning E2, það er oft svona hugmyndi að leika biskup G5 með taktík. Ég skal bara sína hvað er talum. Drepa á D4. Biskup 1-5, en þetta virðist vera gott á svartan. Skák og D6, svo leikum við bara biskup E6 og kongur D7 á með rittaran og þetta er mun betra á svartan. Nú aðri leikir hér eftir E-D4 er E-F5 og hrókering, skoðum hrókeringu. Það sé bara einfalt mál að leika biskup E7 og já, skákinn teflist bara áfram. Já, þá er það stuttrókun sem er líklega besti leikurinn að mín mati. Þá erum við að leika B5, biskup B3, rittar F6 og við skulum byrja á að skoða hérna D4 sem verðist nú vera svona krítiska framaldi. Biskup B7 verðum að leika. Nú þá getur hvítu valið hrókur E1 eða drepa á E5. Við skulum byrja á D-drepa E5. Getur til svona F4. Það lítur nú nokkuð vel út á hvítan svona við fyrst sín. En kannski er ekki allt sem sýnist. Og rittar 1-4. Núna þarf hvítur að passa sig á dróning H4 og máta á G3. Dróning E1 kemur yfir fyrir dróning H4 og valdar F2-reitin. Dróning E7. Hérna myndi ég stinga upp á langri hrókun. A4 og F6. Já, þessi staða verðist nú verið í svona einhvers konar jafnvægi. Náttúrulega þau drepum á E5 getur við farið með hróku á F8. Biskuparnir líti ekki til út hjá okkur sko. Já, við skulum baka. Hrókur 1-1. Stuttrókun. Nú hér eru 2 framhöld, C3 og biskup G5. Já, ég ætla að byrja á biskup G5.
hrókur 1-8, þurfum að valda betur á E5, C3, biskup 1-7, já, það er náttúrulega pirrandi þessi leppun hérna, en við erum með svona alls konar taktískar hugmyndir. Nú segjum D-dribur E5, það kemur rittari E4, og ef hann drepur á E7 þá getum við alltaf drepið með rittara og valdað, þá völdum við rittaran á E4. Þannig að biskup 1-3, rittari C5 getur til svona, og hér fer hvítur eftir piðinu yfir, kongur G8, en við erum með góðan biskup sem lúrir á B7 og E5 pið er svolítið veikt, og hér hefur við smá taktík. D6, maður sjá, dráðum G5 er eitthvað sem ég er með hérna, ég man nú ekki alveg. Já, ef hann drepur á B7 þá hefur við þráleik, sýnst mér. En aðalínan er D6 og drepur rók, og þetta er svona nokkurn veginn jafnt tafl. Þannig að það hefur svona verið að læna upp freistingum fyrir hvítan á F7, en það er samt ekki alveg svo einfalt. Nú segjum að drepi strax á F7, kongur F8, nú drepi á E4, drepi á G5. Já, minnast á eitt, ef hann drepur á E7 það var slæmur afleikur hann á hérna í drottninguna, það var nú frekar vandræðalegt. Drepa á E4, skák á F5, og hérna vinnur hvítur 1 peð, en samkvæmt mínum stúduringum þá erum við með bætur fyrir peð. Það er satt rittari G6 að koma og hrókur 1-8, og við erum eitthvað spil fyrir peðið. Þannig að þetta teflist svona gegn biskup G5, og C3 er svona spámæra leikurinn. H6 kemur við fyrir biskup G5, rittari D2, hrókur 1-8. Þannig að þetta er í grunninn hugmyndir okkar með biskup D6. Það stillir þessu svona upp, og ef hvítur leikur einhverjum svona róleguleik þá fyrir biskupin F8, tefna það svona, nú er eitthvað D5, það kemur rittari E7 og C6, og það er bara algjör tafl í öfnun, síns mér. Ég er með hérna A4 líka, biskup F8. Já, þetta er nú svona bara einhver venjuleg spámæra stað. C5, D5, G6. Já, staðan er bara í svona balans eða jafnvægi. Þetta er nú þessi stöðtypur oft sést, svarturinn er framritarinn á D7 og E5 mæntanlega, og báðir hafa sína sénsa hérna. Þetta er svona staða sem líkar í einhvers konar mainline í spámæra. Nú biskup C2 getur verið góðleikur, valdar E4 réttin. Já, hér er með 2 optiona, drepa á D4 eða biskup F8. Byrjum á biskup, já, ég drepa D4 sem mainline, en við skulum skoða biskup F8.
ritar F3 og hér verðum við að fórna skiptamun. Þetta svona aðeins meiri áhætta. Við erum með biskupana vissulega og opna línur og þá er ekkert alveg auðvelt fyrir hvítan nýtsér að vera að skipta með yfir, sérstaklega eftir biskup D5. Já, við erum einhverjar bætur fyrir skiptamun. Skulum baka. Nú, ef dreipið D4 dreipið á D4 þá er hvítur auðvitað með sterkt miðborð. Það er hugsanlegt að ráðast á það einhvern megin, biskup F8. Við viljum náttúrulega ekki fá E5. Hvítur á tvo valkosti, E5 eða A3 að valda B4. Segjum A3, D6. Og þetta er eitthvað sem ég er með hérna. C5 og biskup C8 og staðan er í einhvers konar balans. Biskup D7 getur verið að koma. Það er oft planið að fara með rittaran á E7 G6 í þessum stöðum. Nú E5, það virkar svona meira skeri kannski. Rittar D5. Það verður með það biskup E4. Rittar B6. Nú ef hvítur leikur B3 þá held ég að hrókur B8 sé sterkur leikur. Bjóðum við hérna upp á uppskiptun á kontróli við D5 og biskupin á B2 er ekkert sérstakur sko. Ég held að þetta sé allt í lagi á svart. Getum farið að leika D6 drókning D7 síns mér. Það er svona fyrsta sem þetta eftir í hug. A3 valda B4 ritin, drottning C8 er ég með sem mainline en D6 kemur hugsanlega til greina. Einhverja línu hér, B3 rittar 1-7. Það getur vel verið að þetta sé playable. Drottning C8 valda B7, biskup B1 fyrir að kannski út á dróning C2, dróning C2, G6, rittar E4, þá er þetta F6 ritturinn svolítið veikur. Biskup G7, valdar F6, biskup A2, rittar 1-7. Já, það geta auðvitað komið smá flækjur í þessu. Það er hérna millilegur, dreip á F3. Það verðist vera compensation fyrir svartan. Við erum náttúrulega bara að drepa rittaran. Biskup F4 annarleikur, dróning F5 og rittari C4 er segjum við hérna. Og mér sýnist við vera með bætur hérna eða spil. Það er svona að sína hvernig það getur telst. Það er alveg sæmileg harmóni í svörtstöðunni. Já, rittar 1-7. Og þetta virðist nú vera alveg möguleiki að tefla svona á svart sko. Þetta er svona almennt seðlis, bara vildi sína þessa furðu hugmynd hérna með biskup D6 og ég vona einhverja gaman að þessu. Takk fyrir.